Ég heiti Chanel Björk og stjórnarformaður eða forkona samtakanna Hennar Rödd sem eru samtök sem að berjast í rauninni fyrir aukinni vitund stöðu kvenna af erlendum uppruna á Íslandi. Ég var á viðburði sem hét Rewiring the Network. Það voru mjög margir mismunandi samstarfsaðilar sem komu að þessum viðburði, meðal annars Ítalía og UNESCO, og fjallaði í rauninni hvernig það er hægt að nýta tæknina til þess að auka aðgengi kvenna og stelpna að menntun. Og ég fór einmitt á viðburði í gær þar sem mér fannst mjög áhugavert að heyra frekar sláandi tölur. Ég held að það séu yfir 100 milljónir af stelpum í heiminum sem hafa ekki aðgang að menntun. Og þess vegna einmitt vildi ég sækja þennan viðburð til þess að heyra hvaða lausnir eru kannski til staðar til þess að bæta þessar aðstæður. Mér fannst svolítið áhugavert það sem mörg sem voru á panelinum komu inn á að tæknin býður bæði upp á lausnir og möguleika en skapar líka hindranir. Og það er kannski einmitt út af mjög hröðum breytingum í tæknigeirunum sem hefur svolítið orðið til þess að konur og stelpur hafa orðið svolítið eftir í tækniþróunina. Það er bæði þessar kynjaðar staðalímyndir sem koma í veg fyrir því að stelpur séu að sækja í þessi STEM-greinar, tæknigreinar, og það náttúrulega veldur því að tækniheimurinn og einhvern veginn, bara tækniframfarirnar eru þá ekki búnar til með konum og stelpum í huga. Svo fannst mér líka áhugavert það sem mörg á panelinum komu inn á varðandi bara aðgengi einhvern veginn að tækni. Og ég held að fyrir forrita PISA frá Íslandi þá einhvern veginn pælir maður svo lítið í þessu. Það eru alls ekki öll í heiminum sem hafa þess vegna bara síma eða tölvu eða eitthvað svoleiðis. Og þau voru mörg að tala hvernig, hvaða verkefni eru núna í gangi til þess að auka aðgengi stelpna og kvenna sem að búa í mjög rural hverfum, því búa á landsbyggðinni í mismunandi löndum og svoleiðis, af því að þar er einmitt aðgengi að tækni bara mjög lítill í rauninni. Þannig mér finnst þetta var kannski það helsta sem stóð upp úr fyrir mig, en það var líka eitt sem þau komu inn á með að það er ekki nóg að einhvern veginn að búa til content og setja það á netið eða gefa einhverjum konum sem að búa í sveit einhvers staðar í einhverju landi, gefa þeim bara síma og tölvu eða gefa þeim aðgang að einhverju efni. Það er ekki nóg, það þarf að vinna með þessum hópum. Og þess vegna er einmitt svo mikilvægt að það séu fleiri konur og stelpur bara í tæknigeirunum yfir höfuð. Ég held að það sé mjög mikilvægt að það sé ungt fólk hér á CSW og þetta er fyrsta skipti sem ég mæti og fyrsta skipti sem Hennar Rödd líka með meðlim hér á ráðstefnunni, og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að það sé mikill fjölbreytileiki meðal þeirra sem að sækja þennan viðburð. Þá fjölbreytileiki frá hvaða löndum fólk kemur, frá hvernig social backgrounds, félagslegar aðstæður það kemur frá, og fjölbreytileika líka í aldri. Af því að við erum öll þátttakendur í lýðræðissamfélögum, þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að þessar mismunandi raddir komist líka á framfæri.